Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool. Todd Thorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Velkomin Þórundur Magnúsdóttir, aftur í þvottahúsið. Takk fyrir. Gaman að vera búin að fá þig. Já. Heldur betur. Geggjað. Síðast átti hjá okkur þá fórum við í naumhyggjuna. Já. Minimalisman. Já. Og svo þegar viðtalið var búið, sko off record, þá bara eitthvað slengdur á okkur einhverju með opið hjónaband og bara eitthvað free love og eitthvað. Við vorum bara, what? Af hverju, hvað að tala eitthvað drasl og minimalisma, af hverju fórum við ekki þetta? Við höfum bara vitað. Hér erum við aftur. Já, það eitthvað off the mic spjallið, on mic. Já, nákvæmlega. Herru, ég veit, já, við hlakka til að heyra hvað ætlar að slengja okkur eftir. Já, ég minn. Herru, áður en við förum að stað, þá ætlum við að taka svona fljótar kynningar frá sponsorum. Vilt þú ekki byrja bara á korkinum? Jú, korkurinn, Todd Thorgríms, einn af okkar góðu styrktaraðilum. Ég ætla að segja ykkur eitt. Sko, ég var að lesa á alnetinu. Það voru sem sagt kafarar undan ströngdum finnmerkur. Voru að kafa, fundu hérna shipwreck, hvað segir maður? Skipsbrak eða fleka? Skipsflag. Skipsflag. Og inn í því sáu þeir þessar grænu flöskur, korktappi, óaðfinnanlegu ástandi, fóru með gossu upp á yfirborðið, opnuðu þetta og í flöskunum var kampavín. Bara hvað, 300 ára gamalt eða? Sko, þetta var 1780, 240 ára gamalt kampavín. Opnuðu það, hellti í glas, það voru með þessar bublur ennþá allt, smökkuðu það og þetta bragðaðist bara drullu vel, segir þær, bara eins og nýtt, eins og nokkuð. Eins og túrblóð á þriðja degi. Já, eitthvað svoleiðis. Nei, þetta alveg magna og ástæðan sko fyrir hún að segja þetta í rauninni bara svona sagan segir okkur það að korkurinn getur varveitt kampavín í næstu 250 ára eða lengur. Það fáránlegt. Hélt alveg sko, flaskan auðvitað heldur sko, hún náttúrulega bara svona flott og græn, svona undir kerti eða eitthvað svoleiðis, en korkurinn heldur svona. Ég með korkvegg heima hjá mér frá Todd Thorgríms. Þórhildur Magnúsdóttir með korkvegg heima hjá mér frá Todd Thorgríms. Getum dýrasta korkinn. Í alvörunni. Er þetta ekki geðveikt líka? Ógeðslega. Til þess að hengja myndir á það? Nei, hann bara ógeðslega fallegur. Ég veit það, hann sýndi okkur að hann kortaði líka korkinn og hvernig hann fara á vegg og svoleiðis sko. Já, makkerinn hans. Ég get örugglega fundið myndir ykkur sýndi. Já, var ekki þetta, því við erum náttúrulega búin að vera með gott CBD og svo erum við með Todd Thorgríms og það væri ekkit bara að við værum að auglýsa einhverja steypublöndur eða einhverja gifsteina eða eitthvað, það er bara því að korkurinn geggjað. En ok, ein spurning svona lokin, áður með aðgrunum korkinn. Af hverju setturðu kork? Bara svo ótrúlega fallegt og hljóðið einangrandi. Og það er bara það. Og umhverfisvænt. Já. Og minimalist, hann endist að eilífu. Þetta er bara listaverk sko. Bara, það er ekkit fallegra heldur en náttúran. Bara allt sem fallegt heima á mér eitthvað svona skeljar, steinar og þessi korkveggur bara gorgeous. Það ekki sé hann úr stofunni, setjum ógeðslega fallegt ljós, eitthvað svona gull laufblað með einhver ljósa og þetta er bara gorgeous úr stofunni að horfa á þetta. Þú mátt gjarnan senda okkur myndir. Sendir mynd. Skemmtilegt. Þarna, svo er það gott CBD og ég sem sagt með sko, við höfum verið að kynna þessa farmahemp olíur sem að fást í 6,6% og 12% og við höfum verið með þessa 12% olíur og 6,6 en núna er ég komið 24% olíu frá farmahemp. Þetta sem sagt í þessari flösku er 2400 milligram af CBD. Já. Og er bara til í góðabræðinu? Já, það er líka til en í þessu nú erum við að kynna farmahempin. Já, farmahempin, þetta er líka gott bragð. Þessi er henni sterkari en leikólían sko. Hún er 2400 í samanburði við 2000 frá leikólían. En sko, ég skellti þess í mig í gær 3-4 dropa, bara eins og ég vanur og ég eiginlega bara þurfti bleiu það sem eftir á kvöldsins. Ég var svo slakur að ég var bara að skýta í bræðunar og ég er búin að vera rosalega slakur í dag. Ég var með 10. bekk í kennslu áðan og þau voru trillt eins og vanalega og ég var bara svo chillaður, það var bara ekkert sem þau gerðu eða sögðu sem fór í taugarnar á mér. Þannig að, viltu prófa?
Ég er góð. Ertu viss? Kannski bara eftir tökur. Eftir tökur, Já. hendi ég sér þig. Takk. Já, en þetta er sko, ég myndi mæla með þessum styrkleika fyrir altså fólk sem er þá glíma við kannski einhverja verki, hvort sé vöðvar eða liðverkir, bólgu, sjúkdómar eða ástand á einhverju leyti. Þetta hér, þetta er náttúrulega bara rótar fólk sko á kvöldin, þetta er bara svefn meðal, ADHD, kvíði, njálgur, 24% farmahem, mælum við því. Það verður njálgur ef þú leifir öllum að smakka þinni, Já, sko, kannski eina vandamál ef þú tekur þessa olíu þá veist ekki þú ert með njálg, þú ert svo slakur að hann fær bara grassir á sama gildi með lús. Já. En við þarna, já, það er semst upp í búð eða á netinu, altså gottcbd.is, þá er hægt að kaupa þessa olíu og munið eftir afsláttakóðunum sem er þvottahúsið með litlum stöðum, það veitir ykkur 15% afslátt. Og svo fara inn á YouTubeið og subscribe á þvottahúsið og geri það núna. Ekki á eftir. Heyrðu Þórhildur, aftur velkomin til okkar. Takk fyrir. Úr naumhyggju og kannski yfir í vissa naumhyggju, hvað var þar hjónaband? Já. Ekki rétt. Já, það er Sundur og saman. sambönd, öll sambönd. bara, Já. Já. Yndislegt. Hvað er það að lesa þetta nú? Aðstæður? Nei, ég er bara svona aðeins að sko, þú sér, ekki hjónaband hjónaband og sambönd. Jú, það má alveg vera hjónaband. Sambönd. En bara, þú veist, öll sambönd, skilju. Okay. Alveg sama í hvaða form eða mynd það er. Já, bara, við ættum náttúrulega að vera iðka meðvitið sambönd við alla sem við eigum samskipti við. Kannu sama hversu alvarleg þau eru eða hversu mikið þau eru skuldbundin. En svona til að byrja með, sundur og saman. Þetta er Instagram síða, ekki? Já. Hvað er þetta? Hvað er sundur og saman? Hvað er í gangi? Hugmyndin sem á bak við sundur og saman er að gera fólk aðeins meðvita það að það þurfi að halda áfram að rækta sjálfan sig þó það sé í sambandi og að týna sér ekki í því að vera hluti af þessari heild og svona, já, vanrækja einstaklingin sem þau eru út af því að þau eru í þessu sambandi. Þannig að, já, gleyma því ekki. Og líka þá að meðvita rækta sambandið. Þannig svona bæði að vera með meðvitund í því að rækta þig sundur frá makanum þínum og þá meðvita að rækta sambandið saman. Hvaða verkfæri eru? Hvað ert að presentera sem verkfæri í þessu? Hvernig? Hvaða verkfæri? Rosa mikið bara svona kannski verða meðvita mýtur og svona rugl sem að er svolítið allsráðandi í fullt af samböndum. Ég verð að finna beinagriðina í tíndinni, Já. talvan fraus. En það er svipað að þú varst að þessi svona, hvað sem er rannsókn eða könnun svo gerðir, sem ég var að lesa á Smartlandinu í dag. Já, til dæmis. Það eru svipað, þessi spurningar sem þú þarft að byrja að opna og byrja kannski að hugsa fyrst og fyrst sjálfur. Þetta vakti mig alveg til umhugsunar þegar ég sá svörin, sko. Þannig að hvað má og hvað má ekki í sambandi. Já, einmitt. Og hvað þýðir hvað má. Einmitt. En ok. Þetta var rosalega áhugaverð umræða sko og fekk alveg marga til að hugsa sko, það voru margir sem skrifuðu bara já, í upphafi fannst mér svo mikið af þessu mætti ekki, en svona við nánar fannst mér þetta má þetta, ég ræð ekki yfir því hvað maki minn gerir, ég get ekki stjórnað annarri mannesku, en þetta er samt svona, það er mikið af óskrifuðum reglum sem að við erum ekkert endilega meðviti að okkur finnist vera reglur, og svo eins og bara eitthvað hvort að eitt sem ég var svona kannski mest fárlegasta dæmi var hvort að makiðin megi klæða sig sexy. Það voru nú flestir, það voru langflestir sem ég held að það voru 98 sem sögðu já að það mætti. En þessi könnun, sendur þá bara út spurningar inn á síðunniðinni? Já. Og fólk í rauninni bara svaraði þessu eins og skoðanakönnun? Já eða nei. Ég var bara eitthvað að tala þú veist, hvað við erum að gera þegar við lendum í því að finnast eins og makinn okkar hafi gert eitthvað sem hann má ekki. Og makinn þá annarkvort er bara grunnlaus, skilur, okkur mætti ég ekki gera þetta, þú veist, ekki sé ólíkar skoðanir, eða þá aðstæður þar sem að, þú veist, einhver hefur svona aðeins stíð út á sporinu og gert hluti sem að, þú veist, já, svona við nánar umhugsun fannst mér eins og ég hefði ekki átt að gera þetta, en þetta gerðist samt, að svona hvernig maður getur lagað þetta, þú veist, þegar það gerist, og þá var ég bara beðið bara getur komið fleiri dæmi, og dæmi sem ég var að tala var, sko, held ég eitthvað svona að vera að senda skilaboð sem að allt í einu svona fara út í að fara að tala eitthvað svona kynferðislegt við einhvern vinnufélag eða vini eða eitthvað svoleiðis og þannig þá kom þessu hugmynd en ég bauð upp á að fólk geti sendt inn dæmi að einhvern svona gráum svæðum í samböndum
og byrti síðan öll þau og fólk gæti sagt þetta má ekki. Ok, en spurningarna, það kom ekki allar frá þér, það komi líka frá Já, meirhlutin kom frá, þú veist, fylgjendum sko. Mér finnst ein spurning mjög fyndin, það var þarna sko, hvort að dansa sexy og sveitaballi. Já. Og ég var sveitaballi, það enda bara til. En já, ég skil. Já. Þannig að og það sem ég fannst svona vera kannski útkoman úr þessu var að, þú veist, ef að ásetningurinn ekki að svíkja eða að vera að, þú veist, rækta tilfinningar eða, þú veist, á einhvern hátt að vera stunda kynlíf með einhverjum öðrum, ef það ekki svona ásetningurinn, að þá ætti ekki það að vera bannað. En þetta alveg svolítið svona grátt svæði að því að, þú veist, þegar að fólk í lokuðum samböndum þar sem þú mátt bara stunda kynlíf með einni mannesku og það þú veist, þú ætlar bara að hafa tilfinningar til einna mannesku og ert kannski svona lifið þeirri svona blekkingu og þú getur alveg stjórnað því algjörlega sem við getum ekki, en allavega, þú veist, það svona það sem við erum að ganga út frá, að þá alveg ákveðni hlutir sem að maður ætti kannski að passa sig á að vera ekki að gera ef þú vilt koma í veg fyrir það að þróa með þér einhver tilfinningar gagnvart einhver sem að þú ert að fíla. Þannig að það alveg einhver lína sem að og við erum kannski ekki eitthvað svona almennt eitthvað meðvituð þessar línur. Nei. Þú veist, bara svona einhvern veginn hálfmarkalaus og þetta kannski ekkert mikið ávarpað. Nei. Og fyrir vikið erum við að skapa sársauka og skýta upp á bak. Svolítið sko. Svolítið. Særa hvort annað. Já, og það sem sem alltaf vont að gerist að fólk dettur í þú veist, að ásaka maka bara, þú veist, auðvitað máttur ekki gera þetta, bara auðvitað ert að særa mig og þú veist, og alveg bara, þú veist, verður svo, tilfinningar svo miklar og það einhvern veginn ekki svigrúm fyrir, þú veist, hvaðan varst þú að koma, þú veist, eða bara í rauninni yfir höfuð, sko, ekki samþykki fyrir því að mann myndi vilja gera eitthvað. Þú veist, að mér langaði að dansa sexy á sveitaballi, eða þú veist, hvað sem það væri sem að mér langaði eins og eitt af mér var eitthvað að fara nakin í heita pott, þú veist. Ég var bara í partí og það var alltaf gaman, þá var alltaf fyndin hugmynd að allir fara naktir í pottin, mér langaði alltaf að gera það. Þú veist, og að leyfa okkur svona, þú veist, vera samþykja það sem okkur langar til að gera og ekki þurfa bara að fela það og bæla það og láta eins og sé ekki til staðar. En svo skapast þessi spenna, sko, í samskiptaleysinu sem framkallar þá þessi ofsa viðbröð sem svo oft erfitt að snúa sig út úr. Algjörlega. Og náttúrulega ef að fólk í þú veist þeirri stöðu að sambandi kannski, fólk ekki búið að vera að rækta sambandið eins og bara margir eru í, bara þú veist það lífið og börnin og vinnan og allir bara uppteknir og það ekkit, þú veist, ekki tími fyrir date eða hvað sem fólk ekki að gefa sér tíma til að vera saman. Eða kannski búið að vera langur tími þar sem að kynlífið búið að vera hálfvantandi þá svolítið svona, þú veist, þá svona einhver sveng til staðar, þú veist, þá svona þörf fyrir nánd og þú veist mismikil auðvitað mismikil, en skilur ef að sambandið á lélegum stað, þú ert ekki búin að fá, þú veist, jákvæða athygli, þú ert ekki búin að fá, þú veist, eins mikið kynlíf og myndi vilja og ert bara einhvern veginn ekki svona uppfyllt sambandslega að þá kannski svona, þú veist, meira pláss fyrir þessi utanakomandi áhrif. Þannig ef að, þú veist, maðurinn minn ekki búin að sýna mér neina athygli í marga mánuði og svo fer ég í partí og einhver rosa sætur og vill sýna mér ótrúlega mikinn áhuga, þá ég miklu móttækilegri fyrir, þú veist, þá hefur það miklu meiri áhrif á mig, þá ég bara, vá, þessi hefur áhrif, þú veist, hefur áhuga. En ekki lykillinn þá frekar samskipti heldur frelsið? Algjörlega, þú veist, samskiptin það sem skiptir mestu máli í þessu. Að maður sé kannski líka bara að fatta, já, þú veist, mig langar stunda meira kynlífi, þú veist, ég vil finna fyrir áhuga frá þér, ég vil finna það að þér finnist í sexy, eða þú veist, ég vil finna það að þú viljir vera með mér. Og ef ég finn það ekki og get ekki talað það eða þú veist, þú vilt ekki heyra það, ég veit ekki hvað, að þá, þú veist, fólk kannski svolítið fast, þú veist, og þá kemur svona, þú veist, einhverju utanakomandi athygli verður svolítið svona svo súrefni bara vá. En ég með spurningu sem kannski á líka heima kannski svona meira á eftir en ég ætla samt bara hendin út. Sko, hún tvíþætt, hvað fyrir þér heilbrigt hjónaband eða samband? Og hvað heldur að sé fyrir flestum? Hvað heldur að flestir halda að sé heilbrigt hjónaband eða samband? Sko fyrir mér heilbrigt hjónaband samband þar sem að við erum, þú veist, við sjálf og þú veist, ég meðtek mig eins og ég og mér finnst ekki að ég þurfa að fela mig eða afneita pörtum á mér eða láta eins og ég sé einhver annar en ég
að ég finni það frelsi í hjónabandinu. Svo getum við náttúrulega verið með samkomulag hversu mikið frelsi ég hef, en ég get allavega samt tjáð þá, þú veist, hvað mér langar og hver ég og ég rækta, þú veist, sambandi við maka minn, þannig að ég finni fyrir þakklæti og við plönum að gera skemmtilega hluti saman og getum átt þessi heilbrigðu samskipti þar sem ég get sagt hluti sem ég ósátt við, þú veist, ég get tjáð reiðina mína án þess að öskra eða án þess að vera með ásakanir sem svo mikilvægt að því það alltaf að fara að vera ágreiningur, þú veist, það bara mikilvægt að við leyfum því að vera með og finnum fallega leið til að gera það og svo líka vera opin fyrir breytingum, af því að eftir því sem að sambandið þróast, þú veist, og börn bætast við eða þú veist, hvað sem það sem að breytist, bara áhugamál eða áherslu í lífinu, að þá þarf sambandið að breytast. Þannig að þegar maður kannski nýbyrja saman hendar okkur að vera, þú veist, fara á date 5 sinnum í viku eða skilur vera ótrúlega mikið saman, svo eftir því sem tíminn líður þá kannski þarf ég bara meira að eyða tíma með vinnufélögum eða þú veist, með vinkonum mínum eða hvað sem það þú veist, með mömmuhópnum þegar ég í fæðingarorlofi. Þannig að vera ekki föst í því að sambandsformið þarf alltaf að vera eins, að vera opin fyrir því að það megi breytast, og það byggir svolítið mikið á því að maður sé, þú veist, að hlusta á sjálfan sig og geta tjáða á heiðarlegan hátt og sömulegis að geta tekið því hvernig makinn og hvað hann vill og finna þá, þú veist, hvað ætlum við þá að mætast. En til þess að vilja þetta, þurfum við þá ekki að sko, þurfum við ekki að vera nummer 1, meðvituð það, og nummer 2 þurfum við þá ekki að hafa hugrekki til þess að stíga inn í þetta sko. Því að ég, sko, þetta sem þú ert að lýsa ég held að þetta komi mjög mikið bara frá þér og örugglega þínum maka og bara út frá því hver þið eruð, hvað ástæða sem það því ég ekki fullt af fólki sem að ég held að mjög margir myndi ekkert og vilja ekkert fara þetta, fólki finnst þetta óþægilegt. Fólki finnst vera örugt innan lokaðs hjónaband, því þá þarf það ekki að vera að díla við þetta þarf ekki endilega að vera opið hjónaband. Nei, ok. Alls ekki sko. Nei, en eru hjónaband, alvöru og heilbrigð hjónaband ekki að einhverju leyti sko, ekki opið, heilbrigð hjónaband, það ekki bara opið? Því að sko, ég hlusta á þátt við sem daginn sem að hafa tekið viðtal við í öðru podcasti sem að hét Stóri sambandsþátturinn. Já. Og ég hlustaði nú aðeins inn í þáttinn og mér finnst að þessi þáttur hefur kannski frekar átt að heita Stóri skilnaðarþátturinn. Fyrir mér var bara verið að lýsa bara einhverjum mjög eitruðum samböndum og allt eitthvað lokað, og mér fannst að vera svolítið svona verðmerkt sem eitthvað bara svona norm hjónaband, og ég er búin að vera með sömu konu núna í 23 ár og hafa búin að ganga alveg á ýmsu sko. En mér fannst ég ekki samhafa með því sem ég var að heyra þarna sko. Þá ert þú heppin? Já, kannski þetta heppni, kannski þetta eitthvað annað, ég veit það ekki, en já, ég held að segja, það er alveg hjálplegt að heyra, skilur, yktu slæmu útgáfuna. Yktu dæmin. Já, yktu dæmin og þú veist svona. En þetta 50% skilnaðarhlutfall á Íslandi, sko. Já, og örugglega víðar, sko. Það er ekki bara á Íslandi. Nei. Það er miklu víðar. Og þú veist, þannig að það er líka fínt að vita hvað, þú veist, what we're up against, skilur, hvað það sem er versta útgáfan af sambandi. Þú veist, það sem báðir eru bara með einhverju fílustjórnun og þú veist, þú veist, með einhverja gremju yfir alls konar hlutum og þú veist, finnast þau endalaust að fela hluti og ekki geta við þau sjálf og vilja ekki að makinn breytist. Þú veist, vilja hann sé svona á hins einn og halda upp í þessari ímynd, við erum góðu hjónin sem gerum þessa hluti svona og eitthvað bla bla bla. En hvernig þá þú búin að bæta inn í þetta kannski, þú opnar hjónabandi í góðum samskiptum, með góðu samkomulagi, en hvernig þú ert með þetta fílustjórn og alltaf og bætir inn kannski afbrýðisemi sem er okkur mjög eðlislæg. Já, það er bara svo að kasta bensin á eld, sko. Já, en ég meina, fólk eru að opna sig og tala saman, já, gerum þetta, skilur og eitthvað, við skulum vera meira opin og gera þetta, svo kemur, er þetta ekki svolítið, þetta er svolítið ótrána slóðir. Ég meina, er afbrýðisemin eðlislæg? Ég er ekkert viss að sé það. Ég held að afbrýðisemin sé eitthvað skona bara viðnámsorka sem myndast þegar ég er í einhverjum óraunhæfum kröfum og væntingum á einhverja aðra mannesku. Ég veit það svo sem ekki. Ég held það, sko. Já, ég held að það er örugglega, þú veist, án þess að ég veit nákvæmlega það. Hvernig upplifir þú þetta til dæmis? Nú hef ég ekki afbrýðisaman maður á eðlisfari, eða ekki eðlisfari, en hvernig upplifir þú þetta í þínu sambandi? Nú hafið þið einhvern tímann verið í lokuðu sambandi
og núna í opnu sambandi í einhver tíma gerir ráð fyrir og þið bæði hafið ykkar frelsi hvernig hefur þetta byrst hjá ykkur bæði þér og makanum svona álíkan hátt af því við erum ólíka mannskjur en ég myndi, þú veist, eins og þú segir hvernig það maður opnar samband sem ekki búið að hugsa vel þú veist, það gengur ekki vel þú veist, það verður að vera bara góður jarðvegur til þess að fara út í svona, þú veist, það verður að vera bara heilbrigð opin samskipti, maður þarf að vera sjálfur meðvitaður tilfinningar sínar og bera ábyrgð á þeim og þú veist, geta talað þær rólega og þú veist, að vera aðeins búin að svona sko vinda ofan af þessari þú veist, þessi svona samtvinningu sem á sér stað, þar sem að, þú veist, við eigum að gera allt saman og þú veist, ég fyrir fílið og þau eru ekki á það því sem ég er að tala og við erum alveg bara svona alveg klest saman. Þú veist, þannig að það sem ég vil svo mikið segja með Sundur og saman bara, það heilbrigt fyrir alla að aðeins slaka á tökunum með fullt af þessum hlutum og að við séum svona að lifa lífinu eins og við viljum og vera saman. Síðan þetta með afbrýðisemi sem að held ég rosalega, það alltaf mjög tengt sko samfélagslegum hugmyndum sambönd. Þannig að meðan að þegar þú lítur á samband sem eitthvað svona eignarhald, þú veist að þú átt rétt á þessari mannesku bara og það sem ég fannst svolítið kom út úr skoðanakönnunni þannig hvað má og hvað má ekki. Ef þú tekur ekstrím og segir bara að það má ekkert af þessu, þá ertu bara svolítið búin að bara taka þér einkarétt á kynveru makaðins bara þú mátt ekki vera kynvera, þú mátt ekki vilja þú veist, horfa á neitt annað fólk, þú mátt ekki vilja gera neitt nema ég sé með í því. Ég túlka þetta sem ofbeldi og kúgun sko. Já, þú veist, þetta íktasta dæmi af þessu, ef myndum við segja nei við allt, þú veist, þá þarf maður svolítið að spyrja sig bara ertu til í þá skilmála ef einhver segir bara nei við öllu þessu. Þannig að ef að það hugafarið að þú veist, ég á þessa mannesku og bara ég á rétt á skilur allu hennar kynferði þá augljóslega ertu að fara að vera afbrýðisamur við minnstu tilhugsunum að hún hafi áhuga á einhverjum öðrum þannig að það svolítið kannski líka að slaka á þessum hugmyndum við höfum ekki eignarrétt á makanum okkar og þetta bara sjálfstæð manneskja og þú veist mér finnst það svo gott líka að hugsa bara hvernig var þetta áður en þið byrjuðu saman þú veist þá þekktust þið ekki og þið voru bara algjörlega ólíkar manneskjur síðan á einhverjum tímapunkti svona mesjaðist þetta saman og þið bara já nú veit ég ekki svona hvar þú endar og ég byrja og við erum bara sama einingin og bara ég gerir mér ekki grein fyrir því að þú hafir verið önnur manneskja áður en við byrjum saman þannig að það þarf svolítið að vinda ofan af mikið af þessum hugmyndum það sem að þú veist síðan líka bara talað eins og með afbrýðisemi þannig að ef að það öryggi í sambandinu og ef það þú veist, ef þú ert að fá öllum þínum þörfum uppfyllt, líka bara það ekki endilega að tengja sambandinu bara félagslega og allt skiluru, það getur líka bara verið afbrýðisemi að því hann að fara í eitthvað partí, að því að mig langar að fara í partí, bara þú veist. Já, ég meinti þetta ekki bara kynferðislega, það náttúrulega bara tíminn og orkan sem að fer í allt því. Já, það eiginlega oftast miklu meira þannig. Við viljum bara finna fyrir því að, þú veist, að við séum spesial, að þessi mannski elska okkur og hún vilji vera með okkur og þú veist, það bara, þú veist, eitthvað verkefni sem öll sambönd ætti að gera. Að, þú veist, vera vissum að manneskjan finni fyrir því og elskir hana og vilji vera með henni og þú veist, að þið séu að rækta sambandi ykkar eins og þið viljið. Þannig að sumir myndi kannski vera afbrýðisum að því að, þú veist, hann að fara í partí með einhver annari konu eða eitthvað, en fatta síðan ekki að spyrja mig, þú veist, langar mig að fara í partí? Nei, það kannski ekki það sem mig langar bara að vera með honum að gera eitthvað annað að þú veist, biðja þá það sem mig langar að fá frá þessu sambandi en ekki bara ætlast þess að vilja allt sem hann að gera með þá þarf ég að fara að sjá í gegnum möruna sko. En það er að fara að sjá í gegnum í rauninni sko, birtingamynd þess sem ég raunverulega vil þannig að þetta er rosa, fyrir mér þetta bara mjög spiritual ferli og þetta mjög mikið bara sjálfskoðun, sjálfstekking, læra að þekkja sjálfan sig læra að stjórna tilfinningum veist, rosa mikið bara meðvitund sko. En hvernig nú ég 2 börn og konu og bara lífið yndislegt en það er náttúrulega bara að vinna börnin hvernig náðu þið að samþætta ykkur þannig að þið náttúrulega ykkar líf saman og svo þið í einhverju öðru þið sækja börnin og þú ert að fara að gera eitthvað og skilu hvernig gengur dæmið upp og hvernig látið þetta virka hvort öðru ég sé mig ekki geta komið miklu meira fyrir heldur en bara vinnunni og heimilinu skilur Ertu að sjá fyrir að þú gætir ekki verið að reka aðra konu og börn og annað heimili líka, ertu að meina það?
Nei, ég er svo sem gerum ekki ráð fyrir að þú setja að reka mörg heimili, sko. Nei. En það er ekki, eins aftur, skilja, þetta er ekki bara kynferðislegt, þetta er líka bara að fara í bíó og eiga samskipti og partí og kynferðislegt líka. Þú hefur bara jafnmikinn frítíma og verður, myndast ekki spenna eitthvað á milli þegar hann vill fara að hitta Siggu í Sjósund og þú vilt fara, skilur í Óli upp í grái. Já, Óla upp í grái. Og hvað, skilur, er þetta ekki rosalegt skipulag og samskipti sem er náttúrulega að finna góða? Jú, ég var að spyrja það sem daginn, ég sagði, ég á svona tímaklukku eins og Hermione í Harry Potter. Það sem ég bara sný við og ég get bara farið aftur í tíman og upplifa tíman aftur. Eða eru þið kannski bara með skipulag? Þú á þriðjudag, hann á miðvikudag. Við erum með þannig bara... Ég meina, hvernig, veist, hvað eru, ég vona að þetta sé ekki ópersónuleg spurning, ég meina, hvernig hafið þið opnað ykkar samband? Því að þetta hlýtur að vera mjög mismunandi. Já, mjög mismunandi. Þú lest í gegnum í rauninni þessa skoðanakönnum og þetta er bara alls konar opnanir. Og ég líti á það að ég lifi í opnu hjónabandi, sko. Já. En ég hef samt sem að ekki leyfi til þess að fara út og vera með öðrum konum, sko. Og það er heldur ekkert eitthvað sem við höfum rætt sem neitt möguleika, en það er opið á margan annan hátt, sko. En hvernig opnuðu þið ykkar samband og af hverju? Af hverju? Af því mér fannst þetta geðveikt skemmtileg hugmynd. Ég var bara, vá. Okay. Fyrst fannst mér þetta bara... Það er eins hvort hann sé sammála maður. Já, sko, einmitt, þetta er náttúrulega mjög góð spurning, eins hvort hann sé sammála. Mér fannst þetta, mér fannst þetta bara eitthvað, ég heyrði þetta, vinkonum mín var að segja mér frá sig, hún hefði opnað samband sitt, ég var bara svona smá bara... En hvað fannst þið góð hugmynd? Að opna samband, hvað var það? Mér fannst það bara make a sense að, þú getur ekki stjórna tilfinningum til annara. Ég hafði upplegað að verða hrifin af öðrum manni, nokkrum árum áður. Var það kveikjan? Nei, það var ekki kveikjan. Þessi hugmynd var ekki komin þá. Nei. Þá var það sem ég hugsaði bara, ég þyrfti bara að skilja við manni minn ef ég ætlaði að vilja vera með þessum manni. Þannig að það var bara svona annarkvort eða. Mjög mikið annarkvort eða. Það er mörg hjónabönd springa, sko. Einmitt. Sem ég gerir einhver. Og ég upplifði svo mikla skömm, ég gæti ekki talað um þetta var hræðilegt tímabil, ég var algjörðu afneitun, og var bara mjög mikið bara að reyna að, ekki þróa með minn eina tilfinningar til þess að mann, sem var bara, ég var eins og hestur með svona blindu bara, nei, þetta er ekki að fara að gerast. Komst að því að það er ekkert hægt, og ég sé þannig að reyna að stjórna tilfinningum svona, með mannski sem þarf að umgangast, því ég var að vinna með honum, var, eða bara svona að tekna línu í sundleg og þú mátt pissa hér og ekki hérna. Mér finnst það vera, ég upplifa þannig, að ég var að reyna að stjórna einhverju sem er bara ekkert hægt að stjórna. Þannig ég var búin að upplifa það, að verða hrifin á öðrum, þó svo ég virkilega vildi það ekki. Og bara, mér datt ekki í hug á opna sambandi, það var bara, kom ekki til greina. Það var bara, ég vissi ekki af þeim möguleika. Bara fyrir ekki má það. Hann var ekki svona inn á kortinu, skilur. Og þannig svo þegar vinkona mín er að segja mér frá þessu nokkrum árum seinna, þá var ég bara, já, hún spurði mig hvort ég hafi verið hrifin á öðrum sem ég hafði og segir mér að hún sé að opna sambandi sitt og þetta bara make a sense. Þegar hún fór að lýsa þessu, þetta er bara gert bara opin samskipti, allt heiðalegt, allt upp á borðunum, þú ræður ekki yfir makanum þínum, þú getur haft tilfinningar til fleiri eins í einu, þetta er bara eins og eiga marga vini og þetta bara make a sense fyrir mér. Og mér finnst það bara gett áhugaverð hugmynd. Og las vilt þetta og las bara reynslu af fólki sem við lifa svona og mér fannst það bara geðveikt áhugavert. Bara þannig að það var bara einhver alternate reality sem ég vissi ekki af. Og svo bara einn daginn þá bara, heyrðu skan, við þurfum að ræða saman. Já, einmitt, það var cirka þannig. Þetta var geða skrítið, ég myndi að vita af þessu og vera eitthvað svona búin að lesa þetta og ekki, ég talaði ekki strax þetta við hann og svona alveg velta þessu fyrir mér. Og bara hvernig á ég að byrja að tala þetta? Þá var ég ekki búin að ákveða þetta var eitthvað, þá var ég ekki búin að finna að þetta var eitthvað sem ég vildi endilega gera mér, það var mjög áhugavert. Það er aldrei rætt neitt svipað þessu? Nei, aldrei. Bara aldrei rætt neitt svona. Það voru búin saman 10 ár. Og hann aldrei sjálfur eitthvað svona borið á því að hann eitthvað þyrfti á þess að halda. Ég ætla að leyfa mér að segja það næstu, sko. Nei, aldrei. Bara þessi umræða hefur bara aldrei komið til. Aldrei. Og ef þú getur hugsað þannig, ef hann hefði í ykkur annari vídd verið með annari konu en þér, þá hefði í rauninni þetta ekki, þessi staða komið upp. Það veit ég ekki. Nei. Það er engilega að segja það, sko. Við vorum náttúrulega mjög ung þegar við byrjum saman. Ung 17 ára byrjum saman. Getið það haft eitthvað að segja þessu? Já. Það var kannski ekki ná að hlaupa þér hornin? Já, ég myndi bara eiginlega að segja þannig, sko. Það er svolítið það.
einhver leiti það að Það auðvitað stór partur á okkar þroskaferli allavega mörgum sko já, ef ég hugsa bara tilbaka já, en þú veist einhvern veginn svona gull ímyndin alltaf bara að maður finni einhvern maka bara frekar snemma og byrja saman og þú veist, maður vill ekkert vera þú veist, þú vilt ekki of langt druslutímabil basically, svona samfélagslega hugmyndin Já, en gamla þetta var ekki einu svona druslutímabil bara það mátti bara ekki einu svona það mátti bara ef það var kallmaður það var bara banna þetta er fóreldrar okkar hérna einmitt, hérna eru þau, mamma er 18 fyrir ekki, já þetta er satt móðir mín og 17. faðir okkar mamma er held í 18, pappi 20 sko já, og veist, það er ekki eitthvað druslutímabil nei, það grínast, Nei. þú er bara verið sendur í landilíkskeisluna eða eitthvað og svo skilnaðu 16 ára setna einmitt eins og 90% af öllu fólki ég meina það er þessi fólk gerir En hvernig tók hann í, þú kemur hérna heim með passion, mat úr bakaríinu og þið sittist niður og fara að ræða saman. Hvað gerist? Snappar hann? nei, og fyrst sagði hann bara eitthvað, þetta er bara klikkun þetta liðir bara alveg, þetta er bara eitthvað sækopatar sko. Og þá var ég ekkert eitthvað investið í þessari hugmynd, ég var bara eitthvað, já, ok, er það, fannst þetta svona freka bara, vá, hvað það eru sterk viðbröð og svona, og þú veist, fór síðan alveg bara að lesa bara, þú veist, er þetta fólk bara alveg búið að tapa glórunni sem er að lifa svona, þú veist, is polyamory for psychopaths, þú veist, ég held ég bara alveg googlað þetta og gat ekki fundið nein sönnun til að styðja við það og hérna, þú veist, en það sem að gerðist þannig eftir við byrjum að ræða þetta var, ég fann eiginlega bara svona samstundis létti við tilhugsunum að framhjáld væri ekki að fara að gerast hjá okkur að við getum bara rætta og þannig að það bara svona það fór rosalega mikil svona pressa eða skiljið það þetta er svona einhvern veginn bleiki fíllinn sem er í öllum þú veist, öllum hjónaböndum svona, þú veist, hræðslan við framhjáld og bara með því að vera að tala um þetta og þú veist, auðvitað myndi maður einhvern tíma vilja svo einhverjum öðrum eða eitthvað svona, bara geta sagt þetta og vera sammála um að við myndum bara vilja heyra það þú veist, áður en að eitthvað myndi gerast skilur snemma það bara tók þá hræðslu frá og það var geggjað og síðan var bara ógeðslega gaman að geta þú veist, eiginlega í fyrsta skipti bara talað hreinskilnislega allt sem okkur langaði til að gera og bara vera algjörlega heiðarlega. Þannig að hann hoppaði bara borð, bara Þú veist, hún fannst mjög gaman að tala um þetta en ekki þannig að hann, þú veist, eitthvað Já, svo annað að fara með þetta í praktík sko. Svo annað að fara með þetta í praktík, sko. En svo bara kom einhvern tímapunktur sem ég bara, já, veistu, mér finnst þetta bara make sense, mér langar til að gera þetta þú veist Sorry, ég er svo spenntur Hvernig var þegar þið brutu ísinn, tilfinningaskalinn? Var það hvor svo sem gerði það, hvernig sem það var og það fylgdi í einhver svona eftirsjá eða svona tímabundin eftirsjá eða einhver svona niðurtúr eða var þetta bara áframgang? Nei, þú veist, þetta kom alltaf bara á mörgum mánuðum var svona bara tímabila sem maður þarf að þú veist, læra að vera í sambandi á nýjan hátt og þú veist, mér fannst til dæmis erfitt að segja honum frá einhverju sem ég væri þú veist að gera eitthvað leist, það var erfitt að koma og segja bara já, ég var að deiti og þú veist, við kistumst Fannst honum erfitt að heyra það? Ég, örugglega ekki, örugglega ekki eins erfitt og ég, þú veist, var hræddum á honum myndi finnst það erfitt. Er það því hann er eins og hann er eða því hann upplifir þessu öruggan í sambandinu? Að þú sért ekki að fara, skilur, grasi grætna hinum veginn og allt þetta? Ég veit, ég held að sá ótti hafa alveg verið til staðar, sko. Já. Og þú veist, það er svona, finnst mér vera stærsti lærdómurinn af þessu, að þú veist, ef að, já, bara þessi ótti er eiginlega svo stærsti ótti sem allir hafa og bara nú er ég búin að vera að bjóða upp á þú veist trúna á viðtöl í gegnum sundur og saman og bara hefa átt að samtal við fullt af fólki sem hefur áhugaði að opna sambandi sitt og þetta er alltaf það sem við hræddust við og það sem ég upplifði var bara, þú veist að jafnvel þó ég hafi orðið ástfangin af einhverjum öðrum en honum að þá var, þú veist, svo manneskja aldrei að fara koma í hans stað þú veist, ég á börnum með honum Það er, þú veist, örugt þú veist, ég get alltaf ekki sagt að það sé alveg örugt en þetta verður hann aldrei, þú veist, biológískur faðir barnanna þarna, þú veist, það segir sér sjálf En það er til dæmis ekki börn í spilinu, skilur Já, þá er minna akkeri, sko þá er minna akkeri, það er alveg rétt En ég meina, þú veist, hvað er það sem, þú veist, er eitthvað sem segir að í þessum aðstæðum maður getur ekki bara eitthvað orðið bara það ástfangin af hinni manneskjunni að orginal sambandinu bara ljúki, sko Þú veist, það getur náttúrulega gerst, en það sem er samt líka, þú veist, annað með það að vera í opnum sambandi er að þá þarftu ekki að velja. Þá ertu ekki með, þú verður að velja þessa mannsku eða hina, af því þú ert opinn fyrir því að vera með fleiri en einni mannsku í sambandi. Já, ég skil. Þú veist, þannig að
þannig að fólk alltaf svo, eins og þú veist, þegar ég upplýði að vera hrifin af öðrum fyrir handan nokkrum árum áður þú veist, þá var þetta algjörlega bara velja þennan mann eða þennan í dag þetta, þú veist, ég með manni mínum en ég get líka, þú veist, verið í sambandi með einhverjum öðrum og þýðir það ekki, þýðir það að það eru date næturgistingar já, en það getur bara verið alls konar já. Er það með einhverja leikreglu sem þið spilið eftir? Nei, bara heiðarleiki og það er bara heiðarleiki og go with the flow já, það er það sem við hefum gert og ég meni það sem ég og það er alltaf bara mismunandi hvernig fólk gera það fullt af fólki er með einhverja reglur sem að þeim finnst vera rétt fyrir sig Hvað heldur að virki best? Setja niður einhver reglu, þú mátt ekki fara í sleika eftir 8 ég held að þú veist, því fleiri reglur sem setur, því fleiri reglur er til að brjóta já. Það var alltaf svona mottói sem ég lendi á þegar ég var búin að lesa nógu mikið þetta í byrjun og ég sagði, ok, því fleiri reglur sem setur því fleiri reglur eru til þess að, þú veist, pólísa því fleiri reglur eru þar að fylgja eftir og vera alltaf að tjekka, þú veist, hvort þær eru þannig að mín skoðun er að, þú veist, ef þú ætlar að vera búa til fullt af reglum, þá ertu bara að bjóða því heim að þessu brotnar okay. og oft, þú veist ég held að kannski ég get ekkert alhaft fyrir það en ég get alveg ímyndið mér að maður setja þessar reglur til þess að reyna að tryggja eitthvað já. En þú veist, það sem á líka bara við með öll sambandar, þú veist, það er ekki gefið að þú muni vera í sambandi með þessar mannski alla ævi það er ekkert gefið þú veist, þið eigið að vera saman á meðan að það gerir ykkur bæði meira hamingjusum en á meðan að það, þú veist, þegar það er ekki lengur til staðar að þá ætti þið ekki að vera ennþá saman Ég skil það mjög vel, sko, en náttúrulega nú er ég líka búin í langtíma sambandi, sko, og lykillinn fyrir langtíma sambandinu eru góð samskipti og að vera að rækta sambandið en getur það ekki er það ekki óraunhæft að ætla að rækta það eins vel og þú getur meðan þú ert að rækta önnur samband á meðan og er það ekki meiri líkur á upp kjarnasambandið eða hvað svo kallar það gefis skilur við? Já, ég skil ég er bara að reyna að samsama mig sko, mér finnst allt mjög áhugavert en ef ég þarf að vera að gefa mig á svona mörgum vígstöðum þá finnst mér líklegt að það sem ég hef fram á að færa til minnar ein konu myndi ekki vera en það er náttúrulega líka, þú veist, það er náttúrulega annað í þessu að þú getur verið með, þú veist skilur samband koma í öllum stærðum þú getur líka verið með samband þar sem þið hittist einu svona í mánuði það meira bara kynferðislegt jafnvel, skilur þetta held ég að sé svolítið lykillinn já, er það ekki kannski? Jú, því að sko, einmitt, þú veist, ég var að hugsa ég meina, hver ætlar að búa? Með hvaða manneski ætlar að búa? Hver er meira en minn? Það er bara, þú veist, hvernig hver er uppskriftin á þínu lífi? Þú veist, hvernig viltu lifa lífinu? Er það ekki svolítið? Það er ekki sjálfa sem mann best. Algjörlega. Og það er sem mjög margir sem spyrja eitthvað svona, ok, og eru það að hitta fólki jafn mikið? Þegar ég var spurt svo áðan. Eru það að hitta fólki jafn mikið? Nei, bara alveg svo, þú veist, við förum ekki jafn oft í ræktina. Eða, þú veist, við horfum ekki jafn mikið á sjónvarpið. Eða við lesum ekki jafn mikið á bókum. En er það reglulegt? Hvað er reglulegt? Þú veist, eru þið reglulega að hitta annað fólk? Það bara kemur í tímabilum. Já, þú veist bara er þetta ástíðabundið? Já, það er þetta ástíðabundið. Nei, menn það er bara, þú veist, fer eftir hvaða fólki maður tengist og þú veist, hversu lengi, þú veist, hversu góð kemistriðan er og En er eitthvað það að hleypa þriðja aðila inn í sambandi sem báðir njóta góðs af? Þú getur gert það. Já. Það er bara, getur verið mjög skemmtilegt. En þú veist, þetta er bara svo ótrúlega persónabundið og þú veist, það er ekkert eitthvað svona er opin sambönd. Nei, alls ekki. Og þetta, þú veist, þá þarf að gera þetta. Eða það verður að vera svona. Eða öll opin sambönd eru svona. Þú veist, með tvær manneskjur sem þurfa að synkronæsa einhvern veginn, skilur. Það er maður bara að spyrja sig, skilur. Ég skil alveg að það er alls konar opnanir. Það getur verið unicorn eins og Sjáft talar sko. Já. Unicornin sem og það getur verið, skilur, að geta verið frálslegur á djamminu eða það getur verið að fara nakin í heita pottin eða fara sleik og þú veist, það sem ég fann og hef heyrt frá fleirum sem hafa opnað samband er að, þú veist, ég fann bara svo mikið mun á því hversu frjáls mér fannst ég geta verið í kringum fólk. Bara, þú veist, mér fannst ég geta hort í augun á fólki. Bara, ég man eftir deginum þegar ég, þú veist, fyrsta skipti sem við vorum búin að ákveða, eða vorum búin að tala meira um þetta, ég fór í búðina eða eitthvað, ég man ekki og ég var bara svona, vá, ég get hort í augun á fólki. Að ég fann hvað ég hefði fyrir það verið að passa mig að hleypa engum of nálægt. Ég var alltaf búin að lendi því að vera hrifin á öðrum manni þannig að þú veist ég var bara ég ætla ekki að lendi þessu aftur og bara aldeilis skal ég vera ekki sýnileg og ekki heillandi og ekki opin að ég vil ekki bjóða þegar ég hættu heim og svo þegar sú pressa var farin þá bara já ég get hort í augun á fólki ég get átt langt samtal
við mannesku án þess að vera hrædd að þú veist, hann sé að reyna við mig eða hún haldi að ég sé að reyna við sig eða þú veist, eitthvað svoleiðis. Skömmin við að upplifa tilfinningar og eins og prófa hlýtur að hverfa líka. Þetta með sundlegina, þú bara reyna að stjórna hvaða tilfinningar þú upplifir með öðru fólki og þetta sem þú ætlar bara að upplifa með einni mannesku. Algjörlega. Þetta bara maður setir rússnesku YouTube stjórnunni sem kom hann í daginn. Já. Hann var að taka viðtalið með inn í húsi og þegar ég var að segja við hann sko, hann var að spyrja út í hjónabönd, íslensk hjónabönd og ég var að segja hann að við vorum á leiðin inn í nýja tíma sem við verið að sprengja allt upp í tætlu unga fólkið þetta, unga fólkið ég bara eitthvað með grátt skegg eitthvað að tala unga fólkið hélt að ég væri eitthvað hluti af þessu unga fólkið sem ég kannski er ekki en ég var að segja við hann að konan sem ég er giftur, hún í rauninni getur ekki gert með hamingjusama og hann bara what I do not understand hann bara skildi ekki hvað ég var að segja en ég var að útskýra fyrir honum alls og sjálfbærnina sko, hvernig ég sko, ef ég er sjálfbær einstaklingur þá kemur orkan innan frá og það er það sem ég kem með inn í sambandið og ef báðir aðeila gera slíkt til sama þá mætist maður eitthvað starf á miðri leið í stað þess þessi hugmyndafræði að við eigum alltaf eitthvað að vega hvort annað svo mikið upp með því að taka draslið utan frá og inn í þetta svarthól sem bara einhvern veginn bara tekur og það er aldrei nóg og ég er alltaf jafn hissa skiljið og hann fattaði þetta ekki. Nei. Þannig að mín spurning er þurfa Rússar að fara að tileinka sér meiri vitundar sjálfbærni til þess að geta verið í hamingjusömum hjónaböndum, ekki hjónaböndum sem einkennast af ofbeldi og kúgun því að í fucking Rússlandi og ég nefni þetta bara sem dæmi mátti ekkert skilja þú veist, þú bara eitthvað að konan er bara heima að fucking elda skilur við, og svo kemur maðurinn heim og hún er kannski svolítið aðeins að alafa en þetta er samt staðan út allt og var hér skilur við, snýr ekki að einhverju vitunda sjálfbærnis vakningu sem við sem einstaklingar þurfum að komast inn í algjörlega, og bara þú veist, einmitt þetta að þú hafir val að vera í þessu sambandi og þú ert að velja að vera þarna ég held að allt og margir séu bara svona þeir eru bara í þessu sambandi og leiði ekki svona í hugan að því að þú veist já, með því að vera hérna áfram, þá er ég að velja að vera í þessu sambandi. Það kemur ekki en svo líka þetta að við berum ábyrgð á okkur eigin hamingju. Og þú veist, ég þurfti alveg að fatta þetta. Þú veist, þetta var eitthvað sem ég var ekkert meðvituð en á mörgum sviðum var ég eitthvað svona ætlast til þess að hann myndi bara gera með hamingjusama. Og svona ætlast til þess að þú veist, allt sem mig langaði til að gera þyrfti ég svona samþykki frá honum og hann þyrfti að, þú veist, finnast þetta að vera góð hugmynd og, þú veist, ég veit ekki hvetja mig áfram og bla 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 eitthvað. Í staðinn fyrir að fatta bara, já, ég lifi mínu lífi. Ég ber ábyrgð á hvernig ég ætla að lifa lífinu og ég, þú veist, hef valdið og bara og ábyrgðin á því að gera mig hamingjusama. En báðir aðilar þurfa að vera þarna því aflið þarf að einhvern veginn að mætast í miðri leið, sko. Það er ekki nóg annar einstaklingurinn sé sjálfbær og hinn ekki, sko. Nei, menn þá myndast það eitthvað ójafnvægi sko, en þú veist, ég held að sé alveg mjög algengt að önnur manneskjan vakni á undan. Já, ég skil. Þú veist, það var svolítið þannig hjá okkur, skilur. Já, er það einmitt að því við erum tvö ólík, þú kemur, opnar á samræðunar, þú fær bara, nei, og hvað þá, ok, ferðu þá bara í fílu eða skilur eða hvað þú gerir, eða getur heldur við getum öll komist á einu stað að komast að einhverju milliveg sem allir eru sáttið með samtali. Þú veist, kannski ekki. Ert þú ekki bara ótrúlega lánsöm að eiga þinn mann sem að er og öfugt, skilur, sem að er opinn fyrir þessu? Þetta er náttúrulega allt svolítið ekki nýtt, þetta er náttúrulega búið, þetta er gamalt, skilur, en umræðan er svo ný að maður getur ímyndað sér, ok, það er kannski 20% sem eru á þessum vagni og hinn 80 eru bara ekki séns. En eru þau kannski þar? Er þetta bara hræðsla við? Ég vil ekki svara því með einhverju, bara já, þetta er bara hræðsla eða eitthvað svoleiðis, skilur, og það, þú veist það ég get alveg trúið því að fyrir fullt af fólki sé loka samband bara betri valkostur og það bara Þetta hræði mig, sko. Já, og ég bara viðurkenni það alveg fúslega, sko. Ég meina, það er ekkert að því. Það þurfi alls ekkert og það er alls ekkert pointið með sundur saman að vera eitthvað að opna eitt samband, skilur, alls ekki. Nei, við vitum það. Og þú veist, þegar ég segja að oft er þannig að annar aðilinn vaknar á undan, þá er það líka bara, þú veist, að vakna til meðvitunda bara að þekkja núvitund og þekkja sínar eigin tilfinningar og brjóta upp meðvirknismunstur og þú veist, alls konar þannig. Það sé mjög oft bara það sé ein manneskja sem vaknar fyrst
og fer að svona, já, herri, ég ætla að fara þú veist, gera hluti fyrir mig, ég ætla að fara að rækta mína hamingju, þú veist, sama hvað þú ætlar að gera og síðan vonandi er hægt að, þú veist, vera með góð samskipti þannig að sé hægt að, þú veist, fara að tjá, þú veist, ok, þú ert kannski ekki að sinna þér nógu vel, þú veist, ég tek alveg eftir því, þú veist, ég vil fá einhver ákveðin hluti frá þér í þessu sambandi, þú veist, ég vil kannski, við fyrir á date einu sinni í viku og þú sett með hugan við mig, en ekki bara, þú veist, annarkvort allt á drukkin eða bara allt of týndur í vinnu eða skilur við kvartandi allan tíman eða, þú veist, hvað sem það er, þú veist, það er fullt af hlutum sem að við viljum fá úr sambandi sem að er alveg eðlileg krafa að gera þú veist, ég vil að ef ég fer með þér út að borða þú ert að horfa á mig en ekki, þú veist, símaninn allan tíman eða eitthvað svoleiðis, skilur og það er hluti sem við erum að biðjum en ég á ekki að segja, þú veist, þú átt að hætta að vera alltaf í símaninum alla daga ég get sagt bara, meðan við erum út að borða saman, þá vil ég að þú talir við mig eða eitthvað þannig, skilur, mér langar ekki að vera með þér út að borða ef þú ætlar að vera í símanum allan tíman veist, þetta er svona mörkin og það sem við erum að biðjum hvað þú ætlar að gera fyrir utan þess tíma kemur mér eiginlega ekki við Nei. Veist, og bara svona hlutir þú veist, er eitthvað sem að öll sambönd ættu að vera að rækta að fatta að ég þarf ekki að stjórna öllu sem þú gerir en ég get sagt þér hvaða er sem ég vil fá frá þér á meðan við erum saman eða þú veist, ef við erum eigum börn þú veist, ég ætlast til þess að þú sæki börnum réttum tíma eða þú veist, eitthvað svoleiðis skilur, hjálpi mér við að vesla í matinn eða þú veist eitthvað þannig, við komumst að einhver samkomulega hvernig við ætlum að gera hlutina og hvaða er sem að hvaða, þú veist, ábyrgð ég vil að þú takir í því sem er sameiginlegt okkar á milli restin bara samtal og fatta hvað eru þína þarfir og hvaða væntingar þú hefur til makaðins og hvort að hann vilji standa undir þessum væntingum það er bara algjörlega hans val svo getur það bara, já nei, ég get ekki setið með þér 2 tíma og horft í augun á þér ég þarf að horfa í símann minn allan tíman þá getur ég sagt, ok þá er ég ekki spennt fyrir því að vera með þér í sambandi ef við getum aldrei fara út að borða saman og þú horfir á mig eða þú veist hvaða krafa eða væntinga þess sem við erum að biðjum eða viljum og svo er þetta bara, við höfum val að vera í þessu sambandi og við getum bara gert það nú skýrt hvaða er sem ég er að biðjum og ekki reynda að stjórna þér utan þess tíma sem við erum saman veist, það finnst mér að vera heilbrigt samband það þýðir maður þarf að þekkja sjálfan sig ansi vel sko ég held að fullt sko, hvað ég hef til þess að gefa í sambandi og í rauninni hvað það er sem ég tel mig þurfa sjálfur sko. og þá er mín líka að hugsa veist, af hverju vilja að þú sért til staðar með mér út að borða í 2 tíma og þú veist, ef að þú getur ekki gefið mér það í staðis að bregðast bara við skortinum, bara alltaf í viðbröðum og veit ekki af hverju einmitt að fatta bara, já, ég vil vera present með mannesku einhvern tíman Eitt hérna sem ég fannst svolítið spennandi við erum alveg að fara nálgast hérna lokin en það er þessi spurning hérna sem ég sá hérna hjá þér ekstar sko, varandi hvort að makiðin sko, verður hann meira spennandi þegar þú veist að hann er on the market skilur við rauninni sko, veist, og hvað gerir samkeppnin fyrir okkur líka sjálf hugsaum við betur okkur tæknar, er þetta eitthvað spennufí er þetta hvatið til að fara í ræktina eða skilur bara all of the above sko bara allt saman ég meina, þú veist, bara sjáu þið bara öll sambund, þú veist, ef að ég skrifa ekkert post það tala það maður er feitur eða maður er búin að í sambandi eða eitthvað svoleiðis að þú veist, það er bara eitthvað neinn, þú veist að hann er ekki með augun eins þar annars þar, það er engin augu á honum hann er bara að vera heima þér alla daga alltaf í sófanum í gráu hérna og svo er gæludýr þetta er bara svo gæludýr eða auka húsgagn eða eitthvað þú veist, það er ekkert að frétta þetta er mjög mikilvæg punktur þetta er rosa slæmt já, þetta er náttúrulega mjög slæmt þetta er bara staðan við, maður þekkir þetta bara sjálfur skilur og þetta er norm sem er ekki eðlilegt bara virðingu við makan já, þetta er því þú ert farin að taka makan sem sjálfsögum hlut og þú bara, þú veist, tekur ekki eftir þú veist, aðeins síðan og acknowledge hann ekki fyrir það að vera, þú veist, og bara vera þakklátt fyrir að, vá, takk fyrir að vera í lífið minn takk fyrir að vera heima hjá mér og sér ekki hann er hot nei, þú sér ekki, hann er ekki svona hot hann er bara í fúbúgala því hann er ekki eins að reyna hann er ekki að reyna bara prumpa og gera ekki nei, þetta er bara alveg hægt að vera spennandi þú veist, þannig að þú veist, þegar maður lifir einhvern veginn í því að þú veist, já, ok, þú veist nú er ég búin að, hérna, gefa leyfi fyrir því farið að nútdansa þetta sko Jónínutaðu og eitthvað sko þú veist, þú mátt gera það sem hún vil þá vil ég náttúrulega að þú veist, viljir koma og vera með mér þannig að þá þarf ég líka að vera eitthvað sem að þú vilt vera með
og það bara algjörlega breytið í hvernig þú veist, hagar þig og hugsar þig og presenta þig. Býr þetta ekki til spennu, býr þetta til spennu hjá ykkur tveimur, til dæmis í samlífun og annað? Já, ég myndi segja að það hafi alveg Verða gert til mjög mikið, samræður eða útfæslur sem að spretta af, ekki kannski, eða skilja já, eða bara já. Þú veist, já, menn þetta breytir náttúrulega rosalega miklu. Hvernig er dýnamíkin? Hefur þetta jákvæð áhrif á dýnamíkin að ykkar samlíf? Já, já, engin spurning. Og bara, þú veist, bara gera líka með þetta verkum að maður er miklu meðvitaður það að maður hafi þetta val og þá er líka miklu, þú veist, miklu meira spennandi að maður sé að velja að vera með mér. Þú veist, það er líka ógeðslega næst. Þú ert í slæmi málum leið og hann vill það ekki. Já. Já, og þá verður þetta meira augljóst. Já, það er annar vinkill sem þetta ræða, sko. Já, það er náttúrulega, ef þetta er orðið að skildurekni bara til þess að geta haldið sambandi til þess að geta verið í opnu sambandi, þá er það slæmt. Þetta er annar. Já. Þetta er annað. Þetta mun sýna alla veikleika sem er til staðar. Já, þetta er nefnilega, þetta uppljóstar allt. Og það gerir það verkum, þú veist, það verður að vera hægt að tala hluti sem þú ert reið yfir og hluti sem þú ert ósátt með og allt þetta. En það verður líka á saman tíma að rækta ástina, þú veist, og gera hluti saman og hafa eitthvað sem þið viljið rækta áfram. En þið eru bara heima með börnin, en Siggi sæti er bara eitthvað einn, þannig að bara spila pingpong allan daginn og það er allt svo létt og þægilegt og svo kemur maður heim, skilur, og það er kannski öðruvísi andrúmslofti þó elski makann jafn mikið. Er þetta ekki erfitt, skilur? Ertu að meina, þannig að þegar ég fer að hitta einhvern annan, segjum bara að þú er 2 kærasta og svo manniðinn, og það er bara börnin eru heima, börnin eru yndisleg, en við vitum alltaf hvernig þetta er, skilur. Er þetta ekki bara eins og eiga einn Range Rover og einn bara eitthvað Ferrari? Þetta er mjög já, ég sé að þú stekkur alltaf andur og svona, já, þá stundum viltu bara fara í helgaferð eitthvað á reynsanum eitthvað og snjór og setja í forvíl og eitthvað, stundum viltu bara eitthvað fara eitthvað og keyra hringi í kringum Hallarsplanið bara svo fara bara heim. Þetta er algjörlega það og ég meina, þú veist, það er kannski annars svona vinkill bara að sætta okkur við hvernig sambandi breytist og það að ákveða eignast börn með einhverjum, þá ertu bara að labba inn í þetta svona hálfgerða fangelsi sem það er einhver árin, þú veist, þetta er alveg rosa mikið bara ábyrgð og þú veist svona einhver hlekkjun, þú veist, börnin er náttúrulega bara vesen, sko. Börnin eru rosa mikið vesen, en það er samt yndislega, skilur, og ég vil alltaf hugsa vel það og ég, þú veist, ég myndi ekkert vilja bara eitthvað flytja til Honolulu með einhverjum gæja, þú veist, ég vil samt líka búa með börnunum mínum, ég vil vera mamma þeirra áfram, þú veist, og skilur, vera með þeim, þannig að það er ekki eins og ég bara stökkvi í burtu, en ég meina, þú veist, ef að það væri, þú veist, það er líka mikilvægt að geta sagt bara, já, ég væri bara geðið til að fara bara í 3 mánuði í burtu frá öllum og vera bara að surfa með einhverjum sæta gæða, það væri geggja næs. Þú veist, að geta bara sagt þetta. Já, getur sagt það allavega og kannski við harið í 2 vikur, ekki 3 mánuði. Einmitt, það er það sem ég finnst vera heilbrigt samband, að geta sagt, þú veist, og geta bara heilbrigt samband líka við sjálfan sig, að geta bara, vá, hvað ég þreytt á því að vera heima að elda pasta 8 daga vikunar, búa til nesti og þvó föt og bla bla bla, þetta er bara drullu þreytandi og geta bara viðurkennt það fyrir mér, vá hvað ég þreytt á þessu, við væri ógeðslega til að gera eitthvað annað. En hvernig er viðmótið frá svona þínu nánustu og vinum og svona, skiljaðu þau? Foreldrar? Sko vinir eru bara eitthvað svona frábært hjá þér, þú veist, geggja að þú sért hamingjusöm að gera þetta svona og náttúrulega bara spyrja fullt af spurningum og þú veist, sem betur fyrir á ég bara yndislegar vinkonur og þú veist, vinir sem að bara, þú veist, ég hef ekki fengið neitt skít. Ef fólk er með eitthvað skít þá fer það með eitthvað annað. Þú veist, það hefur ekkert komið til mín. Hringdi í sponsorinn. Já, nákvæmlega, þú veist, ég hef ekki fengið neitt svona. Þannig að, þú veist, ég fæ bara forvitnislega spurningar, þú veist, fólk er bara virkilega áhugasamt þetta og finnst það bara aðdánuvert að vera, þú veist, ég veit ekki svona. Og þóra. Já, mjög mikið, fólk segir, vá, þú veist, hugrekki er eitthvað sem fólk segir mjög mikið og og bara, þú veist, frábært ef þeir eru hamingjusöm með þetta svona. Já, geggjað. Þannig að ég hef ekki ennþá fengið að heyra. Er við komin inn í nýjan heim? Þú veist, ef þú fer inn í svona framtíðarsýn, altså líka þá bæði bara fyrir þitt samband eða sambandsstruktúr og svo bara svona almennt. Já, ég held að ég mun aldrei fara tilbaka, sko. Nei, þú veist, er þetta komið til þess að vera? Þú veist, ég er líka að vinna með börnum og unglingum og ég sé þess að unglingar, þetta lið, þetta eru bara eitthvað avatarar, sko. Þú veist, þetta er bara eitthvað, það er bara, hvað er leyfilegt, hvað meinarðu? Allt. Það er allt leyfilegt. Já. Þannig að þetta eru krakkar bara eitthvað í 10. bekk, þú veist, hvar eru við þegar þetta liður árið 25? Já. Þú veist, erum við ekki bara á leiðinni þarna? Jú, það sem er líka gerast bara, skilur við, fólk er
seinna að gifta sig ef yfir höfuð fólk er að eignast börn seinna ef yfir höfuð og þú veist, fólk er að skipta miklu örar vinnu og fólk er, þú veist, bara síður að stofna til sambanda yfir höfuð, það er meira bara svona þú veist, eiga vini, bólfélaga þú veist, vinir ákveða eignast börn saman þú veist, það er fullt af hlutum að breytast og gerast á annan hátt, sko. En þetta ekki bara eitthvað svona commitment issues eitthvað? Þú veist, eru við ekki bara eitthvað hræddu skuldbindingu? Jú, einhverjulega, ég held að það sé eitthvað af því að við kunnum ekki nógu vel að eiga samskipti og við, þú veist, föttum ekki hvað það er frábært að vera, þú veist, skuldbundin mannesku og þú veist, eiga þetta án ofbeldis, já, bara og án þvingunar, þú veist, sambönd eru yndisleg, þú veist, og að vera búin að, þú veist, leggja þess að grunnvinnu að því að, þú veist, treysta hvort öðru, geta stóla á hvort annað, stutt hvort annað og hýft hvort annað upp, það er yndislegt og, þú veist, og það að vera í opnum sambandi, skilur að vera polyamorous, gerir það verkum og þú verður að vera góð í samböndum, en samböndi eru bara frábær og ég vona að fólk skilur vilji halda áfram að vera í samböndum og það er það sem ég langar að gera sundur og saman líka bara hjálpa fólki sem er single skilur að byrja í samböndum og bara læra að þekkja sig og vita hvað það að vera í að því að það er ekki betra fyrir okkur að vera bara alltaf ein og þú veist, þar er leiðandi sleppa við þess erfið vinnu að eiga samskiptin þekkja okkur og berskjald okkur og allt þetta ég er alveg pínur hrædd að það sé einhver þróun að fólk sé bara að forðast þetta yfir höfuð bara þú veist, ég þori ekki að segja einhverjum í skotunum að því að ég hræddi mann síðan ekki tilbaka og ég þori ekki að berskjalda mig, ég þori ekki að gera neitt á þessu bara svo Japan, við erum bara heima með einhverja dúkkur eins og Japanir, þú veist, já, það er mjög scary veist, en það er alveg einhver þróun sem er að gerast og bara að við ná, þú veist, þjóðir er ekki að ná að endurnýja sig að því fólk nennir ekki að vera í hjónaböndum og nenni ekki sem pakka með sér blessu Nei, það hefur alveg 100% stjórn því það á það ekki hættu að vera sært eða finna fyrir höfnun eða það er svo leiðilegt en ég meina, mér finnst þetta að vera bara no pain, no gain þú veist, það er þú veist, og þú veist, þessi sambönd sem ég hef verið í sem að, þú veist, enduðu þú veist, það var kannski sárt eða enduðu en ég hef ekki viljað sleppa því þú veist, og á fullt af góða minningum og þú veist, reynslu af ótrúlega fallegum tengslum og sem ég hef ekki viljað sleppa Já Við getum talað í allan nótt. Við ætlum að leysa það út með gjöfum. Nice. Já, heldur betur. En áður en að við gerum það, ertu með eitthvað loka orð? Loka orð. Promóta eitthvað stuff? Sko, ég ætla að gefa út vöru fyrir jólin. Vöru? Já. Ok. Physical vöru. Physical vöru? Kaupa, já. Nice. Það er í mótun. Eitthvað svona kynlífstengt? Nei. Nei. Hvað? Hún er meira svona dipló viðeigandi fyrir það. Nei, Sambandsspil. Vá, hvað ég spenntur. Já. Er þetta sambandsspil? Nei, þetta er ekki sambandsspil. Þetta er sambandsheita plakat. Þetta er svona svolítið eins og boðorð fyrir samband. Nice. Þannig að það eru til þess að setja á ísskápinn eða svoleiðis? Til að setja ramma. Setja ramma inn í stofu. Þannig að þetta verður svona stórt, þú veist, fallegt með 8 eða 9 boðorðum eða heitum þú veist, sem að ég sé fyrir mér sé svona grundvöllurinn að heilbrigðum samböndum þannig að maður getur lesið þetta og verið svona já, þetta er fyrirmyndin mín fyrir því að vera í sambandi þetta er það sem ég ætla að lifa eftir orðin sem ég ætla að lifa eftir Spennandi Hvernig kemur þetta? Meðan nóvember er stefnan Við getum auðlýst þetta í þvottahúsinu. Getum við ekki haft hérna upp á vegg? Getum við ekki tekið til dæmis niður eitthvað sem forljótu myndum hérna og setta? Já, ég skal bara gefa ykkur eitt svona. Það var ekki geggjað. Kæmist það fyrir einninni? Það kæmist fyrir þarna, já. Þarna eða ekki? Þetta er því álíka stórt og Jesú myndin. Hvað er Jesú myndin? Við getum eitthvað hrókerað. Já, við hrókur. En bara Lebowski fyrir ekki niður, sko. Nei, þetta er minn en Lebowski. Þetta er svona sirka í þess, það er sterkast. Geggjað. Og það sem ég sé fyrir að fólk geti haft heima á sér sem svona áminningu hvernig það vil vera í sambandi. Ekki. Þú er bara rétt að byrja á þessari vegferð. Já. Ég heyrði ekki að þú er bara hætt í vinnu, þetta er búið bara all in. Já, þetta er vinnan mín núna. Já. Og að kenna Ertu orðin sambandsgúrú? Ekki self-proclaimed. Nei, það reyndar aldrei, sko. Nei. Ég hef ekki heyrt það sagt, sko. Nei, ok. Kannski næst. Kannski næst. Spennandi. Herðu, við ætlum hérna á vegginn. Við getum sett þetta hérna kannski inn á flís. Korkur. Þetta eru glasmátur. Yes, ég bóði Þorgríms áramála 29 og þetta er handóburður
fyrir þurrar hendur Og Næs, gott á fyrir vetur. kuldaexem á börnum á kuldaðisam. Svínuvirkar Geggjað. Drengur minn var eins og T-Rex og bara Hann er ekki eðlumæðurinn. Hann er ekki, nei, og ég reyndi allt hydrofíl og allt herra Klausen krem Já, já. Svo bara þetta eitt af far Dísilolíu. Vá, Dísilolí, já geggjað. Þetta er bara geggja stöf Þetta er Ó, frá ég gott spennt. CBD og þú getur nota kóðan líka upp í búð, þvóttahúsið. Já. Færðu 15% afslátt af öllum þessum olíum og svona. Viltu olíu núna? Já, komdu með þessu olíu. Ég ætla að hella á því hérna smá. Er þetta sterkasta? Nei, þú finnir ekkert, ég er búin að vera að droppa mig að samt það Ok. Og ég opna munum bara. Já, gera Ok. það helst undir tunguna. Við erum að byggja upp samband þannig að það er byggt á trösti Gekkja. finnum hvað gott bragð Þeir svona hérna, það er alltaf Nei. að fá það sem næstir. Vá, Þetta fyrir úr Þetta er ekki gott þetta er geggjað. Indislegt Herðu, hérna Þórhildur Magnúsdóttir Sambandsgúrú Já, Takk fyrir komuna Takk fyrir komin. og keyrðu Gaman. slök og skilvirt heim. Já, takk. bakkaði heim Geggjað. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna Við elskum kork Korkur, umhverfisvænn, hipp og cool Todd Thorgríms er stoltur styrktaraðili þvottahússins